Það koma auðvitað ekki jól nema það séu bækur. Þannig hefur það lengi verið á Íslandi og við ætlum að tala jólabækur hérna svona í lok þáttar og hingað er komin góðvinur þáttarins Aðalbjörg Bragadóttir. Vertu velkomin. Heill og sæll, Vili. Hvaða bækur ertu með í dag? Nú ætla ég að fara aðeins út úr hefðbundnu umræðinu jólabækur sem hafa verið að koma út í ár og tala jólabækur svolítið almennt. Já. Og ég ætla að byrja í nostalgíukasti. Já, einmitt. Þetta er bara uppáhalds jólabókin mín, persónulega. Og þetta er bókin sem heitir bara Jólasveinarnir og hún er eftir Iðunni Steinsdóttur, myndgerð Búi Kristjánsson. Og þetta er bara orðin klassík á mínu heimili. Þessi saga kemur fyrst út 1993 Já. og nú er ég fædd 1982, þannig ég er 11 ára þegar hún kemur fyrst. Samt í minningunni fyrst minni svo þessi saga verið lesin fyrir mig því á miklu yngri. En þetta er þess að stuttar sögur sem fjalla allar jólasveinana, bara ein saga fyrir hvern sveinka. Já. Og þessar voru lesnar fyrir mig þegar ég var barn. Og hérna byrjar á bara stekkjastaur og það er svo rosa skemmtilega myndir í þessum bókum og hér eru þeir allir í grýluhelli og svona gera sér tilbúna sko. Já, og já. Síðan leggur stekkjastaur af stað. Þetta eru rosalega skemmtilega sögur og þetta er svona svo bók sem ég finnst Iðunn, hún nær svo miklu flugi. Já. Hún er fellega fyndin, skemmtileg og eftirminnilega sögur. Já. Og alveg svona kjörin lengd til þess að lesa fyrir börn, ekki of langt. Nú er ég mitt enn og aftur með 5 ára og 7 ára sem ég er að lesa fyrir og þau hafa bæði ferlega gaman af þessu. Og ég sko upplifi nostalgíuna og minningarnar streyma fram. Bara í gegnum þau. Já, og mér finnst þetta að vera sko einhver órjúfanlegur hluti af jólunum að lesa Jólasveinana. Já. Hún hefur ekki verið endurútgefin lengi. Það er alltaf erfitt að fá hana, hann er orðin svona rarity, hún er orðin svona svolítið sjaldgæf og þegar maður sér hana eins og í Hertex eða einhvers staðar þá bara grípur maður hana. Já, auðvitað. Ég hef búin að gefa þessa bók víða, því mér finnst hún æðisleg. Það er samt gaman að ég rek augun í að tíðarandinn hefur, sko mér finnst örstutt síðan 93 ár, en tíminn hefur nú aðeins svona breyst. Jú, og það er kannski hægt að kenna þess aðeins merki í bókinni. Já, örlítið. Til dæmis þegar Stúfurkallinn fer á stað, hann kemur við í Mosfellsbænum, þeir stoppa allir á svona ólíkum stöðum á landinu. Já. Og þar fer hann í leikskóla og skyndilega rek ég augun í að allir leikskólakennararnir er alltaf kallaðir fóstrur. Já, og það eru bara konur sem vinna þarna og hann hittir fóstrurnar og fóstran þessi segir eitthvað og ég sagði mér sér fyrst fóstra þegar ég var að lesa hana núna og krakkarnir mínir skildu það ekki. Nei. Þá fór ég að hugsa hvað hérna orðfæri er breytt. Þannig að ég bara sneri þessu yfir í leikskólakennarann og kennarinn sagði og hitt og þetta. Já. Og svona pínu, ef hún væri gefin út aftur, þá er auðvelt að skipta út einstöku svona. Einmitt. En þessi saga, eitt að ég verð að segja, eina af mörgum ástæðum af hverju ég hafði svo gaman af henni og af hverju Giljagaur hefur alltaf verið í uppáhaldi hjá mér, bara frá ég var lítil. Giljagaur er svolítið fúll í bókinni, sko. Já. Hann þeir eru mishressir, en hann fer auðvitað til Akureyrar. Já. Af því að hér er svo mikið af giljum. Auðvitað. Og náttúrulega stærsta gilið sem er bara gilið okkar. Já. Og hann fer líka í Skátagil og fleiri gil. Og síðan fer hann að gefa í skóinn, seinna í sögunni, og þá fer hann á brekkuna og þetta finnst mér svo skemmtilegt. Hann fer fyrst fyrir Gróftargilið eða Grófagilið segi ég og fleira. Og síðan fer hann alla leið upp á brekku og fer, í einu af raðhúsinni á brekkunni beið hans lítill skór. Og ég elst upp í vanabyggðinni í raðhúsi á brekkunni. Já, og þar setti ég út skó. Þannig að ég Þú tengt þetta bara beint við þig? Alveg bara beint í hjartastað. Og líka ótrúlega skemmtilegt eins og hann fer í Laufás, Gáttaþefur, fer að leita laufabrauði í Laufási þetta. Og það er svona, hún gerir þetta, hún tengir þetta skemmtilega við landsbyggðina, fer marga staði og bara yfir höfuð mjög skemmtileg saga sem eldist vel. Já. Næsta nostalgía. Þetta þekkja náttúrulega allir. Þetta er náttúrulega bara menningararfur og eitthvað sem við Íslendingar höfum bara kunnað að meta síðan kemur út. Jólin koma eftir Jóhannes úr Kötlum. Já. Fyrir löngu orðið sígilt jólakvæði.
Þetta eru 5 ljóð sem öll fjalla jólin og öll þekkt nema kannski það síðasta, það svona minnst þekkt. Já. En byrjar á Bráðum koma blessu jólin. Einmitt. Bráðum koma blessu jólin, börnin bara hlakka til. Og svo fallega mynd skreytt af honum Tryggva Gunnarssyni sem var líka mikill listamaður. Tryggvi Magnússon heitir hann. Hann til dæmis teiknaði skjaldarmerkið, íslenska, og fornmenntaspilin og fleira. Og þetta svo, mér finnst þetta svo bara lifandi texti sem að einhvern veginn alltaf klassískur. Já. Og fyrsta kvæði Já, jólin koma, svo þarna Grýlukvæði og kvæði jólaköttin sem að Björk söng seinna. Þannig að þið kannist í jólaköttin, svo köttin var gríðar stór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom eða hvert hann fór. Og hann náttúrulega algjört óféti sem að étur vond börn og óhlýðin börn. Og Grýlukvæði líka, og stundum Grýla feit og stundum hún mjó. Þetta mér finnst þessi texti, þótt hann fyrst kemur út 32. Já, 88 ára texti. En þetta svo lifandi og þetta svo vel gert hjá Jóhannesi og mér finnst að þessi yfir til öllum heimilum. Alveg sammála því. Hjartanlega sammála. Heyriði, þá ætla ég að tala eitthvað nýra hérna. Þessi hér yndisleg. Þetta bók sem kom út 2019 og heitir sem sagt Snjósystirinn og þetta jólasaga í 24 hlutum eftir norskan höfund Maju Lund. Og hér bara með mjög heildstætt og fallegt svona jóladagatalraunar í bókaformi. Já. Og eins og ég segi, þetta 24 kaflar, fylgir honum Júlían sem ungur drengur og ég var líka bara að segja, hún svo rosalega fallega myndskreytt þessi bók. Já, ekkert smá. Sérstaklega ekki nógu vel. Ótrúlega falleg bók og bara hún svo álits, svo koma dökkar síður og svo koma ljósar síður og bara ævintýra heimurinn gjörsamlega lifnar við fyrir augunum á okkur. En þetta saga fyrir aðeins eldri, á meðan jólasveinar eru fyrir alla, myndi ég segja. Þá erum við hér með efni sem fyrir svona grunnskólaaldur plús, jafnvel alveg 7-8 ára og eldri. Því að Júlían að eiga við mjög erfið mál. Systir hans sem hét Júní lést sumarið og þetta gerist til desember, sagan. Og fjölskyldan ennþá bara dálítið í sárum og það mikil sorg. Og þetta ótrúlega fallegur og vel unnin texti þar sem raunar verið að hjálpa strák að finna hamingju á nýjan leik. En hann eignast þarna vinkonu sem heitir Heiðveig og hún svolítið dularfull. Og þetta svo flottu texti og vel þýdd, Silja Aðalsteinsdóttir þýðir og hún nú engin nýgræðingur og bara snillingur á sínu sviði. Og einhvern veginn, þessi saga, hún snerti við mér og hún snerti við dóttur minni líka. Og við einhvern veginn saman gengum inn í raunir og gleði hans Júlíans. Já. Og við svindluðum, lásuðum hann hraðar, en þetta ekta bók til að lesa með stálpaðri börnum einn kafli á kvöldi. Já. Og ég get ekki ítrekkað nógu mikið hvað það mikilvægt að lesa fyrir börn. Nei, auðvitað. Jafnvel þótt séu löngu orðin læs. Já. Og bara samverustundin. Samverustundin og gera, því að hjartanlega sammála. En mér langar pínu til að enda þetta á að lesa kvæðið skýrgám úr jólin koma. Já, skýrgámur kemur náttúrulega í kvöld. Hann bara á leiðinni, úr fjallanum og setur vonandi eitthvað gott í litla skó. Hér hann skýrjarmur, ekki skýrgámur eins og við tölum hann í dag, en hann náttúrulega óttalegur kall. Skýrjarmur sá 8. var skelfilegt naut. Hann hlemmin ofan af sánum með hnefanum braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein, stóð hann á blístri og stundi og hrein. Borðaða áferki. Heldur betur. Þetta flott loka orð í þessa bókaumfjöllun. Já. Og bara takk fyrir að vera með okkur í bókaflóðinu hingað til. Þetta búið að vera mjög gaman og þakka þér fyrir að hafa mig.